Komið þið sæl. Nú ætlum við aðeins að skoða veldi og gildi velda, en við kynntumst aðeins öðru veldi daginn þegar við vorum að fjalla ferningstölur. Það sem við ætlum að gera í dag er að skoða veldi sem eru hærri en annað veldi þegar ferningstölur er að ræða. Við skulum byrja að líta á þetta dæmi hér. Og þegar við sjáum svona stóran tölustaf, eins og þristurinn er hér, og svona lítið kveikindi hangandi uppi hjá honum, að það þýðir að við erum með einhverja tölu í veldi. Og hér er þetta þá talan 3 í 4. veldi. Og það sem að þristurinn er kallaður er stofn, en litli fjarkinn, eða veldið, kallast þá einfaldlega veldi. Hvað er það sem þessi veldi gera? Jú, það sem þau er að segja okkur er hversu oft tala er margfölduð með sjálfum sér. Þannig hér erum við töluna 3 í 4. veldi og það þýðir að talan 3 er margfölduð 4 sinnum með sjálfum sér. Passa ykkur á að rugla sig ekki við að segja að þetta sé 3 sinnum 4, heldur er þetta 3 margfaldað 4 sinnum með sjálfum sér. Þannig 3 sinnum 3 sinnum 3 sinnum 3. Þetta er hægt að gera bæði fyrir tölur og einnig fyrir bókstafi. Þegar við byrjum í algebrunni síðar í vetur þá kynnumst við bókstafareikningi aðeins betur. En hér stendur x í 4. veldi og rétt eins og með þristinn þá þýðir þetta að x-ið er margfaldað 4 sinnum með sjálfum sér. Og síðan er einnig hægt að vera með blöndu af tölustaf og bókstaf eins og er hér. 2 í 3. veldi og x í 4. veldi þýðir þó einfaldlega að tvisturinn margfaldast 3 sinnum og svo er það x-ið sem margfaldast 4 sinnum. 2 sinnum 2 sinnum 2 er þá 2 í 3. og x sinnum x sinnum x sinnum x og þá x-ið í 4. veldi. Til að byrja með þá eru einhverjum tvenns konar fyrirmæli sem að þið eigið von á að fá í svona dæmum. Það gæti verið að dæmi liti svona út, að þið fáið einhverja tölu sem er margfölduð með sjálfu sér og sagt er skráið þetta sem veldi. Og þá viljum við skrá að hér er talan 2, stofnin. Hún er margfölduð 3 sinnum með sjálfu sér sem þýðir að veldið er þá 3. Þannig að 2 í 3. veldi myndi vera svarið þessari skráningu. Eða við getum byrjað á hinum endanum og það er gefið upp til dæmis 3 í 4. veldi og fyrirmælin væri þá skráð þetta sem margveldi. Og þá ættum við að skrifa þristinn margfaldaðan 4 sinnum með sjálfum sér. Kíkjum aðeins á svona dæmi þar sem svíi kemur fyrir og þá var ég að tala sviga sem er utanum bæði tvist og x eins og hér og rétt eins og tala 4 í 3. veldi myndi vera 4 margfaldað 3 sinnum með sjálfu sér og þá þýðir þetta hér að það sem er inn í sviganum, sem er 2x er margfaldað 3 sinnum með sjálfum sér, sem er 2x sinnum 2x sinnum 2x. Reyndar væri líka hægt að skrifa þetta þannig að ég tek alla tvistana saman og segi 2 er margfaldað 3 sinnum með sjálfu sér og x-ið er margfaldað 3 sinnum með sjálfu sér. Hvort tveggja myndi teljast jafn rétt í þessu tilviki. Síðan er hérna dæmi, eða 2 dæmi sem að líta mjög svipað út. Og spurningin er einhver munur á að hafa 2x inn í sviga og svo 3. veldi eða 2x og svo 3. veldi. Og ég ætla ekki að eyðileggja fyrir ykkur ánægjuna við að leysa dæmi 16 og 4 í heftinu því þar er einmitt verið að velta þessari spurningu fyrir sér. Nú skulum aðeins kíkja á hvað það þýðir þegar sagt er gildi, að það er ekki nóg að geta bara skrifað 2 í 3. veldi sem margveldi. Þegar spurt gildið að þá viljum við fá að vita svarið sem kemur ef þetta er í slegið inn í vasareikni.
Þetta þýðir sem sagt 2 sinnum 2 sinnum 2 og hvað kemur út úr þessu? Það er 8 sem þýðir að gildið fyrir 2 í þriðja veldi er jafnt og 8. Og annarkvort er hægt að slá þetta inn á vasareikni eða sjá að 2 sinnum 2 eru 4 og svo höldum áfram 4 sinnum 2, þannig fáum við 8 út. Ef við tökum aðeins hærra veldi, skoðum dæmi sem að væri kannski 3 í 7. veldi, og þá gætu við vissulega slegið inn í vasareiknin þetta hér 7 sinnum, en mörg ykkar eru vantarlega með vasareiknin sem hefur veldatakka og það er tilvalið að prófa hvort þið finnið þann takka á vasareikni hjá okkur og ef ykkur er að nota hann. Það myndi líklega líta svona út í veldinu X, eða hann gæti litið svona út. Það er ekki efst er semst X í veldinu Y, en hann gæti líka litið út svona í veldinu X, eða hreinlega hann gæti litið svona út, X og svo lítill kassi hérna uppi, og jafnvel í einhverju tilvikum er svona eins konar hattur. Og svo er misjafnt milli reiknivéla í hvaða röð maður ýtir á þetta, en ef þið prófið að slá inn með veldatakkanum, ef hann er hjá okkur, 3 í 7. veldi, þá ætti svarið sem birtist á vasareikninum hjá okkur að vera 2187. Og það er þá gildið fyrir 3 í 7. veldi. Nú, í lokin skulum við aðeins kíkja á mínustölur. Hvað gerist ef við ætlum að finna gildin á þeim, ef þær eru hafnar í veldi. Við getum byrjað á að skoða hérna töluna -3. Og hún er sett í 4. veldi. Að þá þýðir þetta, eins og við erum búin að fara í gegnum, að tala -3 er margfölduð með sjálfum sér 4 sinnum. Og í stærðfræði er það þannig að við viljum ekki hafa 2 aðgerðamerki hlið við hlið, þannig að venjan myndi vera að setja sviga utanum -3. En ef við sláum þetta inn í vasareikni þá ættum við að fá út svarið 81. En passið ykkur, við viljum ekki fá svarið -81. Það myndi teljast vera rangt svar. Ef hins vegar er sláð inn í vasareikni og hann gefur ykkur svarið -81, þá er það vegna þess að þið sláið kannski með veldatakkanum þetta inn í vasareiknin, og þar sem að vasareiknirinn getur ekki hugsað, heldur tekur hann bókstaflega það sem er slegið inn, og þá reiknar hann að talan 3 eða fara í 4. veldi, sem að vissulega er 81, en síðan setur hann þennan mínus sem er fyrir framan þristinn, hann lætur hann halda sér. Við hins vegar viljum, hérna, við kynntumst í síðast eða daginn hvað gerist ef við mörgföldum saman 2 mínustölur, að svarið ætti þá að vera plústala, þannig að -3 sinnum -3 eru 9, og svo þessi 2 þristar aftast sem eru líka 2 mínusar, og þeir myndu að sama skapi gefa okkur töluna 9. Þannig að nú erum við komið með 9 sinnum 9 sem er 81 en ekki -81. Þannig að passið ykkur á þessum mínus hvernig þið reiknið með honum, annaðhvort að nota kollinn eða þá slá rétt inn í vasareiknið. En við skulum stoppa þetta hér og höldum áfram síðar með nýtt efni.